Rúnar Helgi Vignisson, rithöfundur og dósent í ritlist, einn úr valnefndinni. Hann hefur tekið saman nokkrar af þeim tillögum eða skýringum með tillögum sem voru skemmtilegar, fyndnar, skoplegar. Og hann ætlar nú að segja okkur frá þeim í pistli sem hann nefnir Heilagur eins og ég er og segir af mishátíðlegum tillögum. Já, komið sæl. Það fer aldrei hjá því þegar að efnt til samkeppni af þessu tagi að einhverjir spaugarar mæti til leiks og einhverjir orðheppnir og jafnframt einhverjir sem eru óvart kannski svolítið orðheppnir og ég hef tínt hérna til nokkuð dæmi sem að skemmtu okkur í nefndinni við starfið. Og hérna til dæmis það sem að lengd notuð sem mælikvarði á fegurð, vaðla, heiðar, vega, vinnu, verkamanna, skúrs, lykillinn. Jú, þetta eftirtektarvert orð en hvort það mjög lýsandi, þjált og gott orð, það má kannski deila það. Nú ástandið í þjóðfélaginu, það var mörgum greinlega hugleikið og það má lesa það svolítið út úr þessum tillögum. Ýmis orð vísuðu til ástandsins, óráðsía, lífgar upp á setninguna, ég hef nú aldrei látið mig detta það í hug. Skuldaniðurfelling fallegasta orðið, vegna þess að fáir njóta þess heiðurs. Það sem sagt falleg athöfn að fella niður skuldir. Veðbandalust, í umræðunum skuldir, óstjórn og græðgi telja sumir það best að skulda engum neitt og því þetta orð með mjög jákvæða ímynd út af við, að geta sagt eignin mín veðbandalaus dýrlegt. Og nýr seðill, hann á nú að bjarga málunum og 10.000 kall tilnefndur sem fegursta orði líka. Nafnið 10.000 króna seðill saminnar í einu hinna óbilandi trú hinnar íslensku mannskeppnu á umhverfi sínu og aðstæðum og sjálfstæðisþrána sem byggst hefur upp í aldanna rás. Hann svo miklu meira en bara peningaseðill, hann hraunið sorfið, hann jökullinn kaldur, hann öxar við ána, hann urð og grjót, hann öndvegi súlan veðurbarinn, hann fjallkonan sjálf. Heilmikil andagift hérna og ég var alveg til í að sjá þennan einstakling í ritlist hugsanlega. Orð sem að tengjast líkamlegu og andlegu ástandi þjóðarinnar komu líka allmörg fyrir og sum eru skondin. Áfalla streituröskun var tilnefnt sem fegursta orðið, sýnir nýmyndunar þrótt málsins. Þvagfærasýking, hún algeng vitundarvakning. Það mikill frumleiki oft í þessum skýringum. Örvingluð, það fegursta orðið. Þetta orð lýsir best hugar ástandi mínu flesta daga. Mér finnst ég ekki vita nokkuð skapaðan hlut, æði stefnulaust og líður óendanlega illa. Í tilraun minni til að líða betur ég að reyna að sættast við orðið sem lýsir ástandinu best og þykja vænt það. Þetta ástæðan fyrir því að ég vel orðið örvingluð. Við höfum nú svolitlar áhyggjur af þessum einstaklingi sem að sendi þetta inn en við höfum samt ekki haft samband. Vonir og væntingar íslensku þjóðarinnar kristallast líka í innsendum tillögum. Margir gera sér vonum launahækkun. Mér hlýnar verulega við að heyra þetta orð og það gefur vonum bjartari framtíð. Og jöfnuður, það lýsir því sem flestir stefna að minnstakosti opinberlega í ræðu og riti. Fastráðin. Þetta merkir að þú hefur loks ákveðið hvað þú ætlar að gera við líf þitt. Í öllu uppsagnatalinu fær þetta kannski meiri merkingu. Nú konur auðvitað voru mönnum hugleiknar, fjölmargar tillögur tengdust þeim. Kona var tilnefnd sem fegursta orðið. Amma var kona, mamma var kona, kona mín kona, dóttir mín kona, tengdadóttir mín kona, 6 af 8 barnabörnum mínum eru konur. Þetta ekki augljóst? Og það voru fleiri tillögur auðvitað sem að tengdust konum. Við höfum fjallað vinningsorði, ljósmóðir, 2 fallegustu hugtök veraldar sett í eitt. En svo kom annað, þar sem mjög svipaður rökstuðningur var notaður. Gleðikona.
Það saminar 2 af fallegustu orðum íslenskra tungu, gleði og kona. Saman verða þessi 2 orð enn sterkari því með styrk og fegur konunar og dásamd gleðinnar myndast einstaklega falleg heild. Kona sem færir gleði, gleðikona. Hvað er fallegri en það? Ýmis mannanöfn voru líka tilnefnd og það var þá yfirleitt að því að það var einhver tenging, tilfinningaleg tenging, og ég kem hérna með 2 dæmi. Einar er fallegast orðið vegna þess að það er það sem við konum viljum ekki vera, Einar. Svo heitir maður minn Einar. Og að því ég heiti nú Helgi, að því ég heiti það og nafnið merkir heilagur sem ég er. Formælingar eru auðvitað merkilegur hluti orðaforðans og þær vantaði heldur ekki. Grasasni hljómar vel í eyrum bakkagerðisbúa. Kúkalabbi, þetta er nú gamall brandari, lýsir þeim sem gengur í saur. Þrjótur, sterkt og tákgrænt, þ og saman er verulega íslenskt. Kvikindi, heyrði eitt sinnum móður sem kallaði börnin sín kvikindi vegna þess henni fannst orðið svo fallegt. Börnin eru kvik og indi. Og svo þetta, krakkaskratti. Mér dettur þetta orð oft í hug þegar ég hugsa til barnanna minna. En það voru líka og sennilega fleiri tillögur sem tengdust hinu fallega í lífinu. Faðmlag, og því fylgdi þetta spakmæli. Faðmlag er frábær gjöf, ein stærð hentar öllum. Þannig þetta er kannski hugmynda jólagjöf. Og já, það finnst flestum gott að heyra. Kvenfélagskona. Orðið þykir mér fagurt þar sem það lýsir konu sem gefur vinnu sinni annarra þágu og er í raun það orð sem notað var fyrst í nokkrum mæli hér á landi yfir sjálfboðaliðastörf. Þannig kannski óvænt sýn á þetta orð. Og elskugi manns á hugamanns allan. Og svo að lokum nokkur orð þar sem að fjallað er eiginlega orðin sjálf, orð hengilsháttur. Það er bara tær snilld að finna upp svona flókið og gott orð tiltölulega einfaldan hlut. Togari, orðið lýsir vel því sem það stendur fyrir, mátulega langt og lýsandi. Togararnir toguðu Íslendinga upp úr skítnum. Blæbrigði, það er svo blæbrigðalíkt, auðvitað. Og landnámsmaður, hér er ný sýn á það orð, hefur tvíræða merkingu landnámsmaður og landnámsmaður. Getur átt við skiptinema og víkinga. Aldrei hugsa út í það. Og að lokum nýyrði, urðarburður er fallegast orðið. Vegna þess að það veit eiginlega enginn hvað það þýðir ennþá. Ég fann það upp í gærkvöldi og er ekki alveg viss meininguna enn. Þetta orð er fegursta orðið vegna þess að það gefur möguleika á að skapa eitthvað alveg nýtt í íslenskri tungu og mega allir vera með. Takk fyrir.